Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn. Nú komið að menningar- og hrútadögum á Raufarhöfn. Til mín eru komnir tveir félagar úr hrútadagsnefnd, Ingibjörg og Axel. Velkomin. Takk. Þið lítið ykkur hafa að keyra 2,5 tíma hérna bara til að koma í þáttinn. Já, Takk fyrir bónusleiðin. Já, farið í bónusleiðin. Það stendur mikið til á Raufarhöfn. Er þetta jólin hjá okkur? Algjörlega. Það bara, jólin bara eins og ári. Já. Og nú þetta að bresta á og þetta, þegar þátturinn fyrir lofti þá fyrsta atriði eiginlega byrjað, pókerfélaginn. Það póker sérst á félaganum. Barinn heitir félaginn. Já, þetta þannig. Og það í kvöld sem sagt. Já. Og svo dagskrá helgina. Það sem sagt, á morgun þá fyrirtækjabarsvar. Þá koma fyrirtækin saman og keppa innbyrðis. Já. Og þetta verðlaunagripurinn fyrir það? Já. Já, til mikils að vinna. Já, og þú fær fyrirtækið þitt áleitrað á bikarinn eða þú vinnur. Já. Það á laugardaginn og svo alveg mikil dagskrá framöndan. Já. Kíkja á þetta fína plaggat hérna. Það gönguferð líka. Já, á sunnudaginn. Og svona léttmessa líka. Já. Og tónleikar kvöldi í kirkjunni. Já. Og á mánudeginum svo það bíó og alls kyns stuð. Já. Krakkabíó og súðbyrðingurinn. Já, eftir henni Ásdísi Thoroddsen. Já, sem einmitt með. Hún með sléttusveppi. Já, byrju nú við. Já. Hvað það? Það fyrirtæki sem hún rekur á Raufarhöfn. Hún ekki líka búin að gera upp gamalt kaupfélagshús? Jú, algjörlega. Var það svona ferðaþjónustu fyrirtæki eitthvað? Ekki ennþá allan, en kannski hún með eitthvað hugmyndir. Ég þekki það bara ekki nú vel, því miður. Spennandi. Já. Og svo heldur þetta áfram, það súpukvöld og bokkfimikynning og þetta bara mikil dagskrá. Já. En svo hápunkturinn næstu helgi. Já, algjörlega. Það þá hrútadagur. Hvernig fer hann fram? Hann bara flottur, Axel. Hefur þið tekið þátt í hrútadegi? Já. Áttu kannski hrúta? Já, við hefum gert það nokkur sinnum. Og hefur unnið? Kannski ekki unnið, það náttúrulega verið að stuðla svona sölu í þessu líka. Já. En ganga og skoða og velja sér hrúta og ef það eru margir sem eru áhugasamir sama hrútinn þá hann leiddur til uppboðs og boðinn upp hæstbjóðanda. Getur verið fjör ef að menn verða kappsamir. Já. Hvað eigum við vona á mörgum hrútum þarna á svæði? Það nú allur gangur á því. En allavega 2-3? Já, við erum að tala 50, 60, 70 hrúta. 50, 60 hrúta? Jafnvel meira, sko. Þannig að það mikil vinna að finna út hver bestur, mikið þögl. Já, og það svo sem aðilar að koma jafnvel víða að landinu. Já. Að koma og skoða hrúta til að kaupa. Er þetta gert á fleiri stöðum vitið, svona hrúta? Ekki svo ég viti til. Já, hrútasýningar náttúrulega all land, sko. Og kannski ekki hægt að kaupa á? Ekki svona kannski í þessu... Ekki í þessu formi, með þessum stíl bara, sko. Og því að við erum líka á hreinu svæði, sérstætt. Þú mátt fara með hrútinn út af svæðinu. Við megum selja hvert sem er... Hreinu svæði minnið þá riðufrí? Riðulaust svæði, já. Riðulaust svæði. Þannig að ef þú ert með tilskilin leyfi, sko, þá máttu kaupa hrút og fara með hann heim til. Menn þurfa að sækja leyfi til Matvælastofnunar og það þarf að vera allt upp á borði gagnvart því að það sé farið eftir því. Varðandi kaup og sölu og flutning. Og svo einn hrútur bara valinn besti hrúturinn? Já. Það sem sagt nýtt núna þetta árið að mann verður boðið upp á það bændum og svæðin að koma með sína hrúta þó sé ekki til sölu. Já. Og svona keppa besta hrútinn á svæðinu. Já. Og þá sérstaklega dómnefnd sem að velur hann. Já, það ákveðna aðilar sem að raða því upp og það getur verið alltaf gaman að taka það. Fylgjast með því. Já. Fer þetta fram innandyra eða utandyra? Innandyra, í Faxahöllinni. Nú veit ég ekki hvernig Faxahöllin er. Er þetta íþróttahús? Þetta reiðhöll, já. Þannig að það kalt. Það er að vera klæddur. Og þá moldagólf og allt í lagi. Já. Kúk og pissa. Ég sá þetta fyrir mig, sko. Ræstingarnar og það. Já. Þetta gamalt mjölhús. Gríðarstórt. Notuð sem reiðhöll. Já. Þetta ekkert smá. Þetta alveg heil vika af fjöri. Já. Og þið eru búin að vera undirbúið þetta hvað? Bara í heilt ár?
Já, byrja svona bara fljótlega eftir næsta hrútadag. Já. Og verðið þið áfram í nefndinni eftir þessa hrútadaga eða eru búin að fá nóg? Ekki reyfa þessari helgi að líða á þetta. Sjá hvernig þetta fer. Sjá hvernig við stöndum okkur. Já, en við þurfum aðeins að skoða, hvað er svona græja hérna? Það eru komnir svona bólir. Hverjir fá þessa bóli? Bara þeir sem kaupa það? Já, þessi væri bara til sölu á hrútadaginn. Já. Og svo er svona skemmtilegt á bakinu líka. Sko. Og þeir eru í ýmsum litum og stærðum og svo eru þið hérna með, þetta eru verðlaunin fyrir hrúti. Já, þetta er sérst eignagripurinn. Já. Og svo er bikar líka. Svo er farandbikar sem er náttúrulega bara ennþá í vörslu síðasta vinningshafa. Já, hann er enda bara að verða að búa hann til. Já, þetta er sérst fyrsta skipti sem er verið að gera þetta. Þannig, nú skiljið. Þetta er glæsilegt, það er ekkert hói að hafa þetta uppi hjá sér, upp á vegg. Alls ekki. Heldur að fólk hengi þetta frekar inn í stofu eða fjárhús eða? Frekar í stofuna. Er það ekki, þetta er svo fínt. Já, við skulum vona það allavega. Já, við skulum hvetja fólk til þess. Og svo fenguð ykkur sérstakann áletraðan miða hérna á léttbjórinn. Já. Hrútadagurinn, það er mikið fyrir þess að haft. Og hvað er þið svo vona mörgum? Vitið þið það eitthvað? Vonandi svona 400 til 600 manns. Já. Og það þýðir að íbúafjöldin á Raufarhöfn þrefaldast. Já. Að minnsta kosti. Já. Og þannig hefur það verið. Já. Og þetta er í hvað, svona 13. kannski, allavega? Já, 13. skipti minni mig. Já. Eitthvað svo les. Hátíð sem er komin til að vera. Við skulum vona það. Já. Takk kærlega fyrir komuna. Er það eitthvað fleira sem þið viljið koma að? Það er náttúrulega kannski hægt að nefna þessi böll líka. Já. Það er svo flott að dagskrá. Hagyrðingarnir eru hérna á... Það er á 50 deginu. Þeir byrja 50 deginu. Þá svona byrjar þessi eiginlega hátíð svona út á við, sko. Já. Þá svona eru allir hjartanlega velkomnir og... Já, þetta er kannski meira svona fyrir heimamenn. Já. Það er svona meira lokal. Já, svo eru tónleikar með Stebba Jak og Andra Ívars á föstudeginum og svo er hundur í óskilum á laugardaginn. Já. Og hrútaballir með hljómsveitinni Trukkunum, það er líka á laugardagskvöldi. Já. Þetta er bara heljarinnar partí. Þetta er heljarinnar partí. Og ef einhver skildi nú allt í henni hafa áhuga að bara mæta og kannski á enga ættingja til að gista hjá, er það ekki hægt að gista eitthvað stærra á hóteli? Jú, það er hérna gistiheimili Sólsetur og Reyðrið. Skilst að sé uppselt á Hótel Norðljós, en svo er þetta að fá bara allar upplýsingar inn á hrútadagurinn, inn á fésinu. Já, Facebook síðan hrútadagur. Já, okay. og rauvarhöfn.is. Þannig að endilega bara kíkja á það. Allir velkomnir. Allir velkomnir. No pláss. Tökum vel á móti öllum. Er það ekki? Kærar þakkir fyrir að koma allavega í þáttinn og bara gangi ykkur svakalega vel. Takk fyrir.